Hérna ég við þessa yndislegu kirkju sem byggði rétt upp úr aldamótunum 1900 og það ekki allt svona gamalt við hana því að hér inni sprunkunýtt glæsilegt orgel sem búið að vígja en organistinn sjálfur, Daniel Þorsteinsson, hann að æfa sig. Ég ætla aðeins að fá að skoða þetta verkfæri. Hvar þetta smíðað? Þetta smíðað í Hollandi. Já, af einhverjum snillingum þar? Já, það maður sem, Vanir menn? maður sem heitir Henk Klopp. Þetta fjölskyldufyrirtæki og hann smíðar hljóðfæri af öllum stærðum og gerðum. Þetta hljóðfæri svokallað kistuorgel og þessi hljóðfæri voru mjög algeng á barokktímanum. Þetta svona barokk. Voru þetta þá hreyfanleg hljóðfæri? Fóru menn með þetta? Já. Og í raun og veru þetta svona stærri útgáfa af þessum. Þetta nú svona 4 manna tak, hin þessi venjulegu sem eru kannski með 3-4 röddum. Þau alveg 2 manna tak. Já. En hvað á ekkert að gera í því að á ekkert að halda vígslu eða tónleika eða neitt? Já, það svona formlega séð búið að vígja hljóðfærið. Já. Það að segja að það var gert hérna í athöfn þegar biskup kom og vísiteraði Norðurland eða Eyjafjörð og þá var hljóðfærið svona formlega vígt. Við verðum með tónleika inn á 50-dagskvöld hérna í Grundarkirkju. Þá ætlum við að vera með fyrri tónleika af tvennum sem að kallast tónar og grund og eru svona í raun og veru hannaðir í kringum komu hljóðfærisins. Þannig að fyrri tónleikarnir verða kórtónleikar og einsöngarar. Við verðum með Helga Þórsson á Kristnesi og Auðrúnu Aðalsteinsdóttur, sopran. Og kórinn syngur og við verðum með á efnisskránni blandaða dagskrá. Við verðum með Gunnar Þórðar, allavega 2 kórlög sem eru ný af nálinni, það að segja útsetningarnar, ekki lögin sjálf. Svo verðum við með Megas, Orfeus og Evridís sem Helgi mun syngja og Auðrún með kórnum. Þannig að fyrir utan svona nýja og gamla kórtónlist. En svo stefnum við í vor, eða með vorinu, að þá ætlum við að vera með orgeltónleika. Þar sem að möguleika hljóðfærisins verða kannaðir til hlítar.